Já, komið þið sæl. Eins og Sigurður sagði þá störfum við í stjórnmálafræðideild og við höfum verið með fjarnám í bæði í opinberri stjórnsýslu og líka í kynjafræði. Og í opinberri stjórnsýslu að þá höfum við verið með fjarnám alveg frá 2003 og í kynjafræðinni frá 2007. Og við höfum verið með í svona lykilnámskeið í boði. Það hefur ekki verið ekki öll námskeið, heldur svona lykilnámskeið. Nú, eins og víðar að þá snýst þetta það að reyna að mæta þörfum nemenda út á landi og það var mikil krafa það varðandi til dæmis opinberu stjórnsýsluna að það væru margir til dæmis eins og sveitarstjórnarmenn út á landi sem vildu gjarnan nýta sér þetta nám en hefðu ekki aðstöðu til þess. Nú, það hefur þróast eins og þannig að við erum með núna 3 hópa og það eiginlega alveg í samræmi við það sem kom fram hérna fyrir hádegi. Við erum með hópa út á landi, við erum með hópa hérna erlendis, en síðan erum við með stækkandi hóp nemenda sem í fjarnámi á höfuðborgarsvæðinu og telja það henti sér betur að vera í fjarnámi. Og við höfum byggt á hefðbundnu fyrirkomulagi á upptökum, e-mission og það hefur fylgt auðvitað ákveðnir gallar í fyrirkomulagi. Og það raunverulega rótin að því að við fórum af stað með þetta þróunarverkefni vorið 2013. Og bara til að rifja upp, þetta örugglega mjög kunnulegt fyrir ykkur öll, að þá eru þessar upptökur sem eru í boði fyrir fjarnema, þær eru svona tiltölulega frumstætt form, það ekki sérstaklega tekið tillit til fjarnema, við erum að samkeyra kennslu fyrir staðnema og fjarnema, nemendur geta ekki fylgst með umræðum, geta ekki tekið þátt og líka það að svona upptöku þvinga nemendur kennara til fyrirlestrarhalds. Og þess vegna ákváðum við að fara af stað með þetta þróunarverkefni í námskeiðinu skipulag og stjórnun stofnana og þetta námskeið sem kennt í opinberri stjórnsýslu og við ákváðum að kenna það eingöngu í fjarnámi. Þetta eða á vefnum, þetta var online course eða vefnámskeið. Nú þetta gerði okkur mögulegt að fara af stað með þetta vegna þess að við fengum styrk úr kennslumálasjóði og við hófum undirbúning 2012 og hluti af undirbúningnum var að heimsækja Open University og við skoðum þar kennsluhætti og byggðum að nokkru leyti á þeirri áratuga reynslu sem að sá skóli hafði í fjarkennslu. Nú, þá það spurningin hvernig námskeiðið uppbyggt og hvaða aðferðir notaðar. Erla, þú ætlar að sjá að ræða þann hluta. Komið í sæl, ég heiti Erla Hlín Hjálmarsdóttir og aðjúnkt við stjórnmálafræðideild og kendi námskeið á samkennar mínum Arndísi Óskjósdóttur sem vinnusálfræðingur. Nú, þú kannski lætur mig vita, ég get tala náttúrulega marga klukkutíma þannig að þú lætur mig vita þegar ég fer að nálgast tímamerkin. Nú, ég ætla að segja ykkur frá nokkrum þáttum sem ég vona séu áhugaverðir fyrir ykkur. Það við skoðum ákaflega marga þætti sem að viðkoma svona í byrjun sem viðkoma e-learning og Arndís og Ómar fóru meðalans til Open University og kynntu sér starfshætti þar og ég gróf upp svona módel þannig að við gátum sett þetta svona aðeins í samhengi og skoðum aðeins markmiðin og hvernig við að meta framistöðu nemenda
lærdómsskrefin þeirra og hegðun nemenda og þið verði að hafa í hug eins og Ómar minntist á, við erum ákveðlega fjölbreytta nemendahópa, við erum með marga nemendur sem eru eldri stjórnendur úr opinbera geiranum og eiga svona kannski aðeins erfiðara með að svona aðlaga sig að nýjum tæknilausnum, að meðan yngri nemendur eiga mun auðveldara með það. Þannig að við skoðum svona nokkra lykil spurningar, hvernig matið og þarfirnar. Þannig að við reyndum í rauninni að miða nýtt námskeið að því að halda í rauninni, svo náttúrulega kom krafa frá deildinu það að við héldum sömu standardum. Þetta er mjög krefjandi námskeið, þetta lykil námskeiðinu sem að hefur í svona gegnum tíðina verið þó nokkuð þungt og krefjandi fyrir nemendur, svona eitt af þessum þungur námskeiðum innan deildarinnar. Þetta var kannski ekki príma námskeið til þess að taka þetta en enga síður góð svona áskorun. Þannig að við endurskoðum dálítið kennsluhættin og reyndum að færa nýja tæknin í hana. Námsefni heldum við nokkuð því sama, það er að segja lesefninu, en hins vegar nýttum við líka svona fjölmiðlarefni sem reyndist okkur ákveðlega vel. Nú framsetningi var með allt öðrum hætti og við svona hugsaum aðeins námsmynstur nemenda og þegar við kynntum þetta í byrjun fyrir nemendum þá gerðum við það með mjög ítarlegum hætti og nemendurnir voru ákveðlega ánægðir með það. Og myndist á það í öllum mati svona, sem við gerum svona símati gegnum önnuna með nemendum. Nú, við leitum semst við að nota tækni til að styðja við lærdómsfélag nemenda og við nýttum mútul til umræðu, þar að segja núna höfum við ekki lengur kennara fyrir framan nemendur og predikara og þá missum við aðeins svona kontaktin, þannig við tókum módel úr Open University og fengum til liðs við okkur 2 aðstofakennara sem að leiddu hópa nemenda í umræðum í gegnum Moodle. Nemendur skiluðu umræðuverkefnum og þetta var svona skipt niður, þannig að það komið 3 umræðuverkefni frá 3 nemendum innan hvers hóps og hóparnir voru lokaðir til þess að gefa nemendur svona kannski aðeins meira sjálfstraust á að tjá sig og þess aftar. Og hugsunin í þessu var að þetta væri svona grasrótanálgun, það er að segja að nemendur í rauninni ætti að leiða umræðina áfram. Nú eins og þið þekkið eflaust flestu kennslu, þá eru íslenski nemendur ákaflega tregir til umræða, hvað sem það í kennslustofunni eða á netinu. Þannig að við reynda fjallum frá þessu formi í ár. Þannig að þetta var eitt af því sem var breytt. En þetta var svona hugsun, þetta hefur gengið mjög vel í háskólum erlendis, en það er svona kannski ákveðin ókostar að við kennararnir gátum ekki haft puttana í umræðinum og verið að gefa endurgjöf á verkefni heldur sá aðstofakennarinn það. Þannig að það var svona kannski ákveðin ákostur í því. Nú við settum upp ákveðlega einfalda fítus líka á Moodle sem að ég ákveðlega hrifin af. Við sendum upp svona einfalda spurningakonu fyrir nemendur. Fólk þarf ekki taka þátt, má taka þátt. En við gefum 3 spurningar og gefum þeim færi á að gefa okkur athugasemdir líka. Námsefnið, hvað sem þau vilja segja varðandi námsefnið eða kennsluna eða hvað sem og þá getur fólk sett inn og það í rauninni nafnlaust, þannig að við í rauninni vitum ekki hvaða nemendur það þannig að fólk kannski hika við að senda okkur athugasemdir undir nafni en getur gert það í gegnum þetta. En við könnum 3 þætti framsetningu námsefnis, hve mikið telur nemendin sig hafa lært af fyrirlestrum vikunar og hve vel tengjast fyrirlestra lesefni vikunar. Þannig við svona mældum þetta aðeins og þetta dálítið svona góðu leið. Það var svona hluti af módelinu, það er að segja að e-learning slýst líka það að kennarar fái endurgjöf frá sínum nemendum, ekki bara við sem að mata nemendur, heldur þetta sé svona gagnkvæmur ferill. En þetta ákveðlega einfalt í uppsetningu í Moodle. Þeir eru 5 mínútur setið upp og þetta, þó að nemendur kannski nýti sér þetta ekki, þá þetta minnst okkur ein leið fyrir þá að hafa samband og samskipti við kennara. Ég svona að skoða punktana hérna hjá mér. Nú, við námsmati var meðal annars fjölvalspróf sem voru þreytt í gegnum Moodle og það nú fólk óskaplega misánægt með það, sérstaklega eldri nemendur. Og okkar reynsla við prófum það þessi árið áður. Okkar reynsla var svo að eldri nemendur eiga erfiðara með að taka prófin, þar að segja við erum ekki að mæla nákvæmlega þekkingu nemenda, heldur stundum það líka þannig hversu tölvufærir fólk að eldri nemendurnir fóru svona aðeins úr sambandi og fengu lægri skor heldur en í skriflegu verkefninu sínu. Við setjum upp núna alltaf
full æfingapróf fyrir nemendur og segjum þið verðið að fara inn og kynnast viðmótinu, verðið að fara inn og æfa ykkur og þess aftur. Og það bætir framistöðu þeirra sem í eldri nemenda verulega. Nú, glósur eru settar fram til hagræðis fyrir nemendur. Við nýtum þetta prógram sem ég að nýta núna, það að segja Prezi. Og þá tek ég allan texta sem að kemur fram í kennslunni og ég set hann í Word-skjal, þannig að nemendur geta nýtt það bara og þá eru þau komnir með sína glósur. Kannski allt upp í 20 síður í hverju viku. Það var þó nokkuð ólíkt viðhorf fjarnema og staðanema. Það að segja þeir sem voru vanir því að vera í fjarnámi voru ákaflega ánægðir með nýtt kennslufyrirkomulag. Það að segja miklu betri þjónusta, miklu fjölbreyttari kennsla og svo framvegis og auðveldara tileinkað sér þetta svo framvegis. Þeir sem voru staðanemar, þeir hins vegar sakna þess að fá ekki að koma í tíma. Þannig að þetta er svona mjög, þó nokkuð ólíkt viðhorf þessara hópa og kannski þurfa staðaneminni líka smá tíma til þess að aðlagast. En eins og ég segi, það kannski líka helgast að því að við erum með eldri nemendahópa heldur en aftari. Þannig að þið voruð með staðnemar? Nei, en þetta eru þeir sem eru staðnemar öllu jafnu í nemendahópnum. Þegar við erum með fullt af fólki sem erlendis líka og mjög margir út á landi og mjög margir sem eru fjarnemar og síðan lítill hópur sem vanalega staðnemar. Og það eru þeir sem áttu svona erfiðast með að aðlaga sig að þessu. Nú, við leitumst við að hafa heildstæða kennslu og námsmat. Ég ætla svona aðeins að sýna ykkur líka hér, þetta er bara svona klippa af Moodle. Það sem að skiptir ákvæmlega miklu málu, þetta er kannski ekki alveg dæmigert fyrir lengd, við klippum námsmatið niður í smærri klippur sem að kennslufræðilega séð hentar nemendum ákvæmlega vel. Allt frá 6 mínútum og upp í, það var kannski 21 mínúta í svona lengstu klippurna þar sem að erfitt var fyrir okkur að slíta námsefni svona í sundur og í hverju klippu þá setjum þetta í rauninni svona lógist framhald en ef að nemendur eru til dæmis tímabundnir þá geta þær farið og skoðað bara breytingastjórnun því það er styttra. Þið geta svona aðeins skipulagt sig eftir þessu. En þetta hentar nemendum ákaflega vel og mjög mikil ánægja með þetta klippa niður. Við getum alveg sett kaflaskiptingar þegar við erum að taka upp á emission en ég gleymi til dæmis vanalega. Og þessi framsetning er því svona miklu henturi fyrir nemendur. Og hérna sjáum við líka þetta form endurgefa fyrirlestra þessari námsviku. Og nemendur eru mjög ánægðir með að fá eitthvað að segja. Hvað er mikil þátttaka í? Hún er mikil í byrjun og svo hætti fólk að nenna, þú veist. Þannig að það er kannski helmingur nemenda í byrjun og svo en eins og ég segi síðan náttúrulega get ég líka lítið þannig að enga fréttir eru góða fréttir. Ekki satt. Þannig og það, eins og við nýttum þetta fyrra þá breyttum við líka fyrirkomulega. Við erum með svuntur til dæmis í byrjun í öllum upptökum, svona 15 sekúnda svuntur, eitthvað músík og skipulega stjórna og síðan myndir af okkur kennurum eitthvað svona. Nemendur eru náttúrulega hundlegir á því að horfa alltaf á það. Þannig að við klipptum það náttúrulega bara af miðbik námskeiðsins. Því þú vilt ekki alltaf vera að horfa 15 sekúndur í byrjun. Nemendur finnst það vera eins og heil eilífð. Þannig að þegar við fengum athugasemdir það, þá einfaldlega klipptum það af og fórum beint inn í fyrirlestrarna. Þetta eru svona upptökur sem þið gerir hvert við ykkar skjá? Já, þetta eru og nú fer ég einmitt aðeins inn í tæknilega þætti. Og við notum Prezi eins og ég sagði og við nýtum myndrænt efni af netinu. Við nýtum upptökur til dæmis af fyrirlestrum, útvarpsupptökur, myndbönd á netinu og þetta fyrir bara allt inn í klippurnar og allt klippt til og frá og við tölum yfir og ég ætla að sýna ykkur hérna er ég til dæmis það kemur eftir. Þetta til dæmis dæmi framsetningu Prezi sem þetta forrit sem ég er að nota. Það finnst mér vera mjög þægilegt. Þá get ég sett upp svona heila kynslóð og svo zooma ég inn það sem ég er að tala þá þetta í rauninni bara glærurnar. Þannig að einstök glæra lítur þá svona út og þá er ég að tala tiltekna kynslóð og nýsköpunar líkana sem akkurat á þessum tíma og get sett inn til dæmis myndrænt efni sem passar endurspeglar hvað ég tók på forsíðuna á Popular Electronics á hverjum áratug fyrir sig. Það voru tölvur að koma og það var eitthvað svona sem var alveg dæmigert fyrir nýsköpun á þessum tíma.
og hérna gildi klassíska kenninga í nútíma samfélag og svo framvegis. Eftir þessari klippu þá kom ég með til dæmis, eða undan þá kom ég með gamla upptöku af Chaplin sem að tengdist efninu og svo framvegis. Það var mjög auðvelt í raun að koma því inn í. En ég segi kannski auðvelt og ekki auðvelt vegna þess að þetta alveg gífurleg vinna fyrir kennara. Og ef við erum að bera þetta sama til dæmis við Open University, þá erum við að, ef við erum að bera þetta sama við Open Universities og erlenda háskóla, að þá eru þeir líka með hugbúnaðardeildir sem að klippa efni fyrir okkur kennarana. Á meðan þarna erum við að klippa saman alveg vinstur hægri sættar og alveg gífurlega umfangsmikið vinna. Og kannski hentar ekkit öllum kennurum mjög vel. Það má kannski bæta því við að í svona meðal námskeiði hjá Open University að þá koma 50 manns að undirbúningi. Það að vísu náttúrulega líka nokkur þúsund nemendur. Þannig að það kostnaður, já. En hérna ég til dæmis að taka viðtal við stjórnenda úr opinbera geirinu, þannig við notum bæði myndbandsupptökur og hljóðupptökur. Og það náttúrulega og svo hugsa maður, svo getum við nota þetta aldir aldar, svo eftir smá tíma þá verður maður hugsa, nei, við þurfum að uppfæra og svo framvegis. Þannig að þó við búum til eitthvað svona efni, þá kannski hentar þetta mjög vel námskeiðum sem með dálítið statískt efni. Klassíska kenningar breytast ekki neitt. Nútíma kenningar í stjórnum breytast heilmikið og umræðan, við þurfum að fletta þetta saman við samfélagsumræðina, þannig að það þarf alltaf að uppfæra hlutina. Nú, tæknilegi þættir, kennslumiðstöð náttúrulega var okkar haldreipi í lífinu, en það náttúrulega ráðgjöf fyrst og fremst varðandi tæknilegu þættina. Það minnkar ekki beint vinnuna sem við þurfum að inn af hendi. Þetta var aðgengilegt á spjaldtölum og í símum. Svo einhverja vikuna þá asnaðist til þess að setja þetta í vitlaust format. Þá náttúrulega ringdi strax yfir mig kvörtunum, ég get ekki séð fyrirlestrana í spjaldtölum, sem að náttúrulega sagði mér í raun að nemendur eru að raunverulega nota spjaldtölfur við námið sitt. Þannig að þessi framsetning á námsefni er mjög hentug. Nú við notum bæði immersion og Kaltúra. Og Kaltúra er náttúrulega algjör snilld vegna þess að þá komast gæðin í gegn og nú háskólinn hættur að styðja það kerfi því miður, þannig að nú ég að nota immersion og þá fæ ég náttúrulega endalausa kvartan yfir það upplausnin er ekki nógu góð í upptökum og svo framvegis. Þannig að vonandi í framtíðina þá fer nú háskólinn og styður við eitthvað kerfi eins og Kaltúra. Hvað með Camtasia? Við höfðum sækutíma, var það ekki það sem við notuðum fyrst? Jú, hún var alveg nýtt bróðsakort. Við erum talað í raun og veru sekund hluti, Já. Serverinn hérna. Við erum forritið hins. Já, og Camtasia er í raun og bara upptökuforritið. Ég prófaði 2 önnur, en svona Camtasia Studio er eiginlega bara auðla alveg hægt. Þannig að allir sem geta eitthvað á tölvu geta unnið með Camtasia. Ég þurfti að kaupa. Ég keypti það bara, Camtasia og líka presa Þetta var það sem við notaðum undan Immersion. Við settum upp Kaltúra sem server bara til og Erla var svo góð að taka þátt í því og það Já, nú þetta eins og ég segi, þetta var gagnkvæm aðlögun nemenda kennara. Það sem er erfitt fyrir okkur kennara er það að við erum ekki lengur fyrir framan nemendur að flytja efnið okkur. Við erum núna fyrir framan mikrofón sem gerir það að verkum að efnið okkur verður oft miklu þurrara. Og ég fór með þess að stundum og tók upptöku frá því tíminum í fyrra sem að voru líflegri og skemmtilegri og með smá umræðum og svo framvegis og það eru kannski sumir sem eru með það náðagáfu að geta haldið líflega fyrirlestra fyrir framan mikrofón. En ég þurfti aðeins að ýta mér í þá átt. Áður komið fram mikið álag á kennara, sparnaður efalaust þegar til lengri tíma er litið og margt hægt að vinna með þetta. Þannig að ég myndi segja að þetta eru nútímalegi kennslahættir sem bjóða upp á marga möguleika. Þakka ykkur fyrir. Heyrðu, bara takk fyrir að koma og hlusta. Ég Sara Stefánsdóttir eins og hann kynnti mig og kem frá Akureyri, háskólanum þar, úr iðjuþjálfunarfræði og já, ég ætlaði að segja ykkur svona aðeins frá því hvernig við höfum verið að gera hlutina og ég kannski vill ekkert meina að við séum eitthvað rosalega framalega. Við erum búin að gera þetta svolítið langan tíma núna, eða langan tíma, það er svona, 6 ár cirka. En
við erum búin að prófa ýmislegt og erum komið svolítið í reynslu og vitum núna svona hvernig okkur langar til að hafa þetta og hvar tækifærin eru og svona höfum líka alveg fengið að reka okkur á heilmikið. Og ég náttúrulega kom hérna í dag sko og fannst eitthvað svona ótrúlega leim að vera með sko PowerPoint sýningu af því að svona vegna þema dagsins sko, þannig að ég skellti mér í það í gærkvöldi að gera presíkynningu í fyrsta skipti svo þið verðið já, við vonum að það komi þokkalega út og þið skiljið hvað ég að tala þannig að prófum, það verður gaman að sjá hvernig þetta virkar. Ég veit nú ekki af hverju ég valdi þennan bakgrunn, hann svolítið skrautlegur en já, þetta sem sagt ég ætla að tala tækifæri og áskoranir sveigjanlegs náms og við tölum oft sveigjanlegt nám, blandanám, eins og við tölum í morgun, það eru til ótal skilgreiningar á þessu og sem sagt það byrjar að kenna iðjuþjálfun 97 á Akureyri og það svo 2008 sem við byrjum að fjarkenna og þá erum við að tala 2 hópa, við erum með fjarnema og við erum með staðanema í sama árganginum, sama bekknum í rauninni. Þannig að og það gerum við sem sagt byrjum svolítið í nei, það var ekkert kannski af því okkur langaði svo ofsalega að fara að kenna fjarnám. Það var bara, við vorum að útskrifa fáanemendur, það voru litlir hópar og það kom kreppa og við sáum bara fram á það kannski að við yrðum bara tekin í burtu ef að við fengjum ekki fleiri nemendur. Þannig að þetta var mjög praktískt ástæða að við skildum byrja á þessu og en það virkaði. Við fengum inn fleiri nemendur en við vorum kannski ekki alveg tilbúin til þess að fara að fjarkenna og í rauninni héldum við rosalega mikið áfram með það sem við höfðum verið að gera en bættum við þessu típisku, þú veist, emisjón upptökum og gerðum allt kannski námsefni aðgengilegt á vefnum en við vorum kannski ekki að nota svo mikið þessi tól og tæki sem í boði núna. Námið hjá okkur þannig byggt að við erum með sem sagt, langflestir eru einhvers staðar út allt land eða í öðrum löndum og svo erum við með þarna einhverja nokkra staðanema og svo það einu sinni til 2 ára þá koma allir saman og vinna í vikulotum. Þar sem að við svona reynum að passa upp á það eru engin fyrirlestrar, við reynum það eftir fremsta megni, heldur þetta bara, við erum með umræðutíma, við erum með hópavinnu og það verkleg kennsla líka, því okkar námi skiptir hún líka máli. Og þá líka þetta bara rosa mikilvægt svona sósíalt séð sko fyrir nemendunar að hittast alla, þessa fjarnema. Og svo sem sagt líka við með vettvangsnám sem í 25 vikur yfir þessi 4 ár hjá okkur. Þannig að þau eru líka starfandi þar. Nú, eins og ég sagði, við byrjuðum svolítið á því bara að hengja upptökur við það sem við vorum að gera. Við vorum með þess að hefðbundna fyrirlestra í sal og það voru umræður og við tókum hann bara upp og sendum út. En við vissum alveg að það myndi ekki duga. Og núna erum við sem sagt farin að nota náttúrulega miklu meira og sumt höfum við prófað oft, annað höfum við bara prófað, einu sinni 2 svar, rekið okkur á og aldrei prófað aftur. Kannski hljóðið var lélegt eða myndin var léleg eða nemendur voru ekki að taka þátt. Og það náttúrulega bara þetta típiska, við erum ennþá að halda fyrirlestra og erum með glærur og stundum það líka bara allt í lagi. Og við erum með emisjón upptökur og við erum mikið farnar að nota þessa örfyrirlestra sem eru svona snarpir, stuttir og bara hnitmiðaðir, náum að pakka svolítið í þá og við reynum að nota svolítið mikið myndbönd til þess að glæða efni í lífi og sem sagt líka notum við svolítið kvikmyndir svona og ég veit ekki hversu mikið við höfum notað bíómyndirnar As Good As It Gets eða Untouchable. Það bara passar vel inn í okkar fræði þarna. Og við reynum svolítið
að fá nemendur til að vinna með það, því að þetta líka svolítið svona real life atvik sem þau geta fengist við þarna. Í fjarfundabúnað, svona sjónvarpsútsendingar eða þannig notum við í einstaka tilvikum þegar nemendur eru að kynna stór verkefni eins og í málstofum á 4. ári og svona þá höfum við notað þetta en mikið. Og þetta sem ég er búin að vera að telja upp, það er svona til þess að miðla námsefninu. En svo þurfum við einhvern veginn að virkja nemendur og við töluðum svolítið mikið um það í gær á vinnusmiðjunni. Hvernig getum við virkja nemendur? Af því að við erum líka í brasi með það að fá þá með og vinna. Og þá erum við líka, höfum við verið að nota, ég hef notað podcast svolítið, þar sem að nemendur senda mér, ekki bara mér, heldur setja inn á Moodle til dæmis afraksturs einhvers verkefnis eða kynna niðurstöður, eitthvað svoleið, kannski 5 mínútna klippu þar sem þau eru að kynna og hinir horfa á, geta smellt á þegar þeir vilja. Ying hef ég prófað, ég hef ekki notað það mikið af því að mér fannst það bara ekki virka fyrir mig. Vitið þið hvað það er? Já, nei. Það er sem sagt, það er í rauninu bara að þú getur tekið upp skjáin þinn og það sem er að gerast á skjánum og getur tekið upp hljóð líka. Og það eru max 5 mínútur sem þú hefur þannig, en þetta er ókeypis og ég á eftir að kannski finna leið til að nota þetta eitthvað betur. Adobe Connect, þið eru með það hérna í HÍ eða ekki? Það virka mjög vel. Voru að fá aðgang að því. Það vísur fólk sem hefur haft í gegnum samband möguleika á að nýta þetta. Já, einmitt. Það var þannig líka. Það hefur verið þannig hjá mér líka, sko, að Háskólinn á Akureyri hefur ekki verið að greiða fyrir þetta, en maður hefur komist inn í gegnum aðra. Og það virkar ofsalega vel og ég er mjög hrifin af því. Fjarfundabúnaður er líka hérna til að virkja nemendur. Skype, bara gamalt og gott og ég er bara mjög hrifin af því þegar sambandið er almennilegt, en það einhvern veginn svona, er eitthvað svona sem allir eru að nota og einhvern veginn hefur mér fundist að það sem allir eru að nota virkar oft bara best. Þetta sem er svona almennt í umferð. TeamViewer og svo umræðuþræðir sem að ég hef aldrei fengið til að virka almennilega. Og þið kannski vituðum eitthvað ótrúlega sniðugt. Við vorum að tala í gær hvort að Facebook virkaði betur heldur en umræðuþræðir á Moodle. Hvort maður verið bara svona lélegur að stýra umræðunum, en einhvern veginn fær maður ekki svona alvöru umræður í gang, finnst mér. Eru þið sammála því? Hvað segirðu? Maður fær svona meira nöldur og kjaftagang á Facebook. Já, ok. Veit ekki hvort það er betra en... Nei. En sem sagt, já, þannig að við hefum verið bara að nota eins og, ég man ekki hvort það var Linda eða Rasmus sem var að tala um það, að stundum er maður kannski bara að grípa alls konar verkfæri sem maður finnur og prófa, en kannski ekki að verða einhver svona sérfræðingur í þeim, en hérna maður er allavega að reyna. Námskeiðin, þetta er náttúrulega allt hérna, fjarnám líka, þannig að námskeiðin eru samt misvefræn hjá okkur. Yfirleitt er þetta alltaf blanda af einhverjum fyrirlestrum sem eru á staðnum og bara teknir upp. Ég kalla það ekki beint svona vefrænt. En svo erum við líka eins og hérna eitt námskeið hjá okkur sem dæmi. Það er til dæmis líffærafræði og það er algjörlega kennt á vefnum fyrir utan þegar nemendur koma í lotu og hitta þá kennara. Og þetta er til dæmis bara, hérna sjáðu bara 2 vikna pakka þar sem nemendur fá hérna upptökurnar og þeir fá, þetta eru stuttar upptökur, svo fá þeir allar glærur, myndir, myndbönd og annað efni sem þeir þurfa fyrir en að 2 vikna pakka og svo í lokin þá er próf og þetta er bara lítið próf, svona stöðupróf, gildi 5% og eftir að því er lokið þá fá þeir aftur næsta 2 vikna pakka og þetta heldur nemendum svolítið við efnið og á tánum og þetta er svolítið skýrt og klippt og skorið og hérna Bella hérna sem situr hérna, hún hefur verið með þetta námskeið og þú varst að tala um að þú ætlaðir að reyna að bæta við umræðutímum líka næst. Hvað er þetta fjölmenn námskeið? Þetta við erum núna með nemendur svona frá, 20 til nýjasti árgangurinn er 40. Þetta eru litlir hópar.
og það hefur stundum verið svolítið gott að hafa litla hópa. Svo ég með annað námskeið hérna sem að veldur með miklum heilabrotum, töluvert miklum heilabrotum, og það námskeið sem ég hef kennt, og ég hef kennt það í gegnum lausnaleit, með lausnaleitarnámi, þannig að það ég get ekki sett þetta bara svona algjörlega vefrænt, þetta krefst allt annara hluta, og ég hef reynt að setja þetta þá þannig að þau fá í rauninni bara eitthvað vandamál sem að þau eiga að leysa svo í sameiningu, og þannig hefur þetta verið að vandinn kynntur og við lesum hann yfir saman, við svona brainstormum aðeins og svo fer einhver hópavinna af stað og þau vinna drög að einhverju úrlausn. Svo sem sagt hef ég þá haft leðsagnatíma í gegnum Skype-ið þar sem að hver hópur getur komið inn og við fundum saman og reynum að ef það einhverjar spurningar eða þau eru föst einhver staðar eða komið eitthvað langt út fyrir efnið, og eftir þennan tíma þá skila þau úrlausn þá annarkvort til mín eða jafnvel þau hafa skilað líka til samnemenda sinna sem fara yfir hjá hvort öðru. Og það hafa þau bara gert með bara Word-skjali, þau hafa gert það líka með podcasti og það svona hægt að hafa ýmsa möguleika þar á. Þegar ég sé svo afraksturinn þeirra, þá reyni ég að fylla upp í göt sem að ég finn að það eru oftast einhver staðar göt, eitthvað hefur ekki komist til skila eða þau hafa farið fram hjá einhverju mikilvægu, og þá reyni ég að pikka það upp og ég með fyrirlestur eða kennslu það efni, tiltekna efni og þá umræður. Og ég hef gert það bara ég þá með, eins og í vetur þá voru 5 nemendur inn í stofunni, allir hinir voru fjarverandi, einhverstað fjarnemar. Þannig ég með þessa 5 nemendur, held einhvern svona fyrirlestur og reyna að stýra einhverjum umræðum sem eru oft takmarkaðar. Sérstaklega þegar svona fáir, þá finnst þeim svo mikið pressa á sér, sko, og ég skil það mjög vel. En ég hef haft, þá nota Big Blue Button líka til að hafa opið. Og gerði það í 3 skipti, en ég var alltaf í smá vandræðum með hljóðið af því að við bara vorum að prófa þetta í fyrsta skipti og þetta mjög nýtt. Þannig að það svona var ekki alveg að virka, en við vorum líka með Skype opið. Þannig að það ýmsar leiðir. En einhvern veginn, ef einhver hefur góða hugmynd fyrir svona námskeið í fjarnámi, þá endilega hafa samband við mig. Og mér gaman í gær á vinnusmiðjunni að alltaf þegar ég fór að lista upp hindranir, þá fannst mér þetta alltaf tækifæri í leiðinni, einhvern veginn. Og ég sé ofsalega mörg tækifæri með þessu og mér finnst til dæmis frábært hvað við getum náð til stórs hóps. Og það svo margir sem að vilja fara í nám en hafa ekki einhvern veginn geta það eða þora því, en prófa allavega þarna þegar þau geta komist í nám og verið svona á netinu. Þetta hvetur svo sannarlega til þróunar í kennslu. Það engin tími til að staðna þegar það eru svona örar breytingar í gangi. Það alltaf eitthvað nýtt að koma og þú bara verður eiginlega að halda þig við. Og þú með mörg tól og tæki til þess að virkja nemendur, þurfum bara aðeins að læra á þau og hvernig á að nota þau til þess að ná því fram. Og ég sé líka fram á það og ég hef fundið það mikið að með því að sleppa svona mörgum fyrirlesturum eins og við höfum verið að gera, að við erum að halda miklu fleiri fundi með nemendum, við erum að leiðsegja miklu meira sem miklu skemmtilegra. Og svona, ég held að nemendur séu líka ánægðir með það. Og það líka, við erum án stundar eða staðar, að við erum að fá inn kennara frá Boston eða Singapore eða nemendur eru út allt land og allan heim, sem bara líka mjög mörg tækifæri í því. Og sannarlega áskoranir líka, og þá viljum við oft fara að horfa á þessa tækni, bara eins og mér finnst ég vera að endurtaka mig, við erum búin að tala þetta svolítið í dag og í gær líka, og
fyrir mér það svolítið að sameina þessa tæknikunnáttu og öll þessi tól og tæki við bara svona þessa kennslufræði. Hvernig nær maður þessu, hvernig getur maður að nota þetta saman. Og áskoranir, ég talaði það sem tækifæri áðan, þróun og mikilvægt að fylgjast vel með. Þetta eru sömu hlutirnir. Og getur, svo þetta svona spurning, getur tækni einhvern tímann komið í stað umræðina sem fara fram að einum stað og á sömu stundu? Er það mögulegt? Fáum við einhvern tímann þessa sömu tilfinningu fyrir nemendum og það er það sem við söknum svolítið mikið og okkur finnst vanta að þetta voru svo litlir hópar og við þekktum nemendur og við svona náðum einhvern veginn að fá fram ofta besta í þeim sko. Núna þekkjum við þá ekki svo. Þannig að þetta er svona stór spurning sem við stöndum frammi fyrir og það er mjög tímafrekt og það getur verið erfitt að breyta bæði öllu kennsluefninu sínu sem maður er ótrúlega ánægður með og hvernig við kennum líka og hugsa út fyrir kassan og mér finnst það líka búið að gefa mér allavega þessa 2 daga að mér finnst maður svona aðeins geta hugsa lengra núna. Þannig að já, þetta var í rauninni það sem ég vildi segja. Já, ég sem sagt byrjaði að kenna í þjóðfræði stundakennslu 2001 og ég var í þjóðfræði náttúrulega áður sjálf og þegar ég var einmitt í inngangi að þjóðfræði hjá Jóni Hnefli einhvern tímann 95-6 að þá vorum við 6 sem sátum þar við borð og reyndum að sitja nálægt honum af því að hann talaði svo lágt. Og svo byrjaði ég sem sagt að kenna þetta saman inngang á þjóðfræði 2001 og þá vorum við 11. Núna eru cirka 70 til 100 í hverju inngangsnámskeiði. Það er sem sagt orðið 400% fjölgun í þjóðfræði á einhverjum tilteknum árafjölda. Mér fannst rosalega gaman að kenna og finnst stórkostlegt. Mér finnst ofsalega gaman að hafa nemendur í stofunni. Ég vil koma í gang rifrildum og fótbolta og eitthvað og alls konar og þjóðfræðin býður dálítið mikið upp á það. Svo einhvern tíma þarna, ég var einmitt að spyrja Greta því, hvenær byrjuðum við að hafa þetta fjarnám? Ég held að það hefði verið 2004-05, eitthvað svo þess, það er alltaf langt síðan og þá er okkur bara einhvern veginn sagt, heyrðu þá að fara að taka upp alla kennslustundir og þetta verður alltaf fjarnám að geta allir og ég var hundpirruð á þessu. Mér finnst þetta fáránleg hugmynd. Það myndi enginn mæta í tíma, eitthvað tölvuvesen og tæknidót sem ég myndi alltaf klúðra. Mér finnst þetta bara algjört rugl. En svo byrja fjarnámið og núna finnst mér þetta gjörsamlega frábært. Ég er búin að vera að hlusta svolítið hérna í morgun að það eru svona margir efins þetta og eitthvað. Mér finnst þetta, ég sé bara kosti við fjarnámið. En við erum eins og Amalía orðaði það svo snilldarlega og ég skrifaði hérna, við erum með þennan mannskemmandi hrylling. Við tökum bara upp, við erum bara með þetta emisjón. Tökum upp allar kennslustundir og nemendur, hvort sem þeir eru í Singapúr eða Kópaskeri, hlusta á þessar upptökur, horfa á glærurnar, ekki okkur, og geta lært hvar sem er. En með þennan pirring minn, með það, þetta tölvudót, ég verð að nefna líka því að Gretti er mér svo gaman að smjara fyrir Gretti, að þegar eitthvað var að klikka sem að gerði oft, þá hringdi ég Gretti og nemendur mínir sögðu, Gretti er við dyrnar, hann bíður eftir að þú hringdir, því að hann var alltaf kominn, bara um leið. Og þetta er bara bráðnauðsynlegt, þessi stuðningur, hvað sem við erum að gera. Og ég held að ef að fara að setja einhver svona nýjung, einhver staðar inn, að þá þarf þessi stuðningur að vera. Og það er alltaf, og nú ætlum ég að segja ykkur svona meira bara þessar, hvernig við gerum þetta líka, við erum ekki bara alveg að taka upp. Á hverju hausti að þá er alltaf fundur með Gretti, þar sem við förum yfir svona hvernig þetta á að vera, þannig að það er alltaf svona rifjað upp. Og svo fyrir nemendur, þá gerum við örlítið meira en þetta
að taka bara upp. Við erum sem sagt með það sem við köllum staðlotur og það er annað en þið kallið staðlotur. Við segjum bara, við sendum bara öllum nemendum póst, merkjum sérstaklega til fjarnema, þið eru velkomin þessa viku, endilega mætið, það er mikilvægt að þið mætið þessa viku og við gerum ráð fyrir ykkur. Kennarar gera ráð fyrir að hitta ykkur eftir kennslustundunar, ef þið viljið eitthvað ræða sérstaklega við okkur. Og nemendafélagið, og það er kannski annar mikilvægur punktur sem að kemur þessu ekki alveg við. Nemendafélagið í þjóðfræðinni er gífurlega sterkt. Það er mjög góður hópur í þjóðfræðinni og nemendafélagið býður fjarnema þarna í þessum staðlótum sérstaklega velkomna og fyrir eitthvað, það er einhver viðburður þar sem að fjarnemar eru sérstaklega velkomnir. Og ég held að þetta skiptir bara svo, eins og þið vitið, þetta skiptir svo miklu máli, þetta sé að hópur er svo góður og fjarnemum finnist þið líka vera velkomnir inn í þennan hóp. Og það er svona staðlótur sem við köllum staðlótur, sem er engin skylda og er ekki gert neitt sérstakt, en þau eru sérstaklega svona boðin velkomin. Svo eru fjarfundir sem eru í fjarfundarstofinni með Tján og Gretti og þar getum við sem sagt hitt þá nemendur sem aldrei komast á þessum fjarfundum sem eru kannski einhverstaðar í útlöndum eða einhverstaðar lengst út á landi og þá getur þeir allavega að séð okkur og tala við okkur hana augliti til auglitis í gegnum tölvuna. Og svo höfum við fundi með nemendum. Við höfum haft fundi með nemendum þar sem að við förum bara yfir hvað er það í þessu fjarnámi sem að skipti máli og hvað hefði mátt vera betra og eitthvað svona. Og þar hefur komið fram mjög sterkt að það sem skiptir miklu máli það er að eignast svona nemendafélaga. Svona study buddy og ég held að þetta sé bara hreinlega svolítið meginmál. Við leggjum áherslu á að fjarnemar séu sem sagt með sér Facebook-grúpu. Facebook-grúpa fjarnema, þau eru auðvitað eins og þið veitum með Facebook-grúpu með einhverju einasta námskeiði en það er sérstök Facebook-grúpa fjarnema og þar kynnast þau kannski einhverjum sérstaklega sem þau mynda svona meiri tengsl við og kennarar eru ekki inni á þessum grúpum og það held ég að sé svolítið meginmál. Kannski eru þau bara að slúðra og bladra kennarana nákvæmlega eins og ég gerði þegar ég var í námi hjá þér, Ingvar. Þú veist, kannski eru þau ekkert að tala neitt merkilegt námið en það er örugglega í og með líka og þau segjast vera að tala námið en ég held að skipti mjög miklu máli að kennararnir séu ekki þarna inn á. Af því að þau þurfa að fá að geta spurt að einhverju sem að þeim finnst heimskulegt, þau hefðu átt að skilja, hefðu átt að ná þessi tímanum á þess að kennarinn sé yfir þeim. En svo er líka, þetta er það sem allir kennarar í þjóðfræði gera. Það eru staðlótur, það eru fjarfundir, það eru þessi Facebook-hópar. Ég er ekki með neitt umræðu þráð sem ég fylgist með fyrir fjarnema. En aðrir kennarar gera það. Ég er bara, fjarnemar eru bara undir svolítið öðrum lögum. Þeir eru með önnur verkefni kannski. Þeir eru alltaf allir velkomnir í tíma og upptökunar eru fyrir alla. Það er sem sagt, það er bæði fyrir staðnema og fjarnema. Það er ekkert lokað eins og ég veit sumstaðar fyrir staðnema. Það fá allir bara að hafa aðgang að þessum upptökum og ég hef heyrt ýmislegt sem er mjög skemmtilegt, kennarar að segja að þeir vilja láta loka fyrir upptökunar svona eftir hálfa mánuð. Hafið þið heyrt það? Já. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Spáið í þetta ef þið myndir nú bara hlusta kannski þrisvar eða þú veist. Þau getur hlusta 5 sinnum á þetta. Það er bara stórkostlegt. Við skulum bara loka eftir hálfa mánuð. Þetta er þeim. Það er náttúrulega svo hlusta alltaf á mig svona ströðir. Og svo hef ég heyrt kennar að segja að þau gætu ég vil ekki að það sé tekið upp af því að það gæti eitthvað verið tekið og sett á netið. Eitthvað kannski. Þetta finnst mér líka svolítið magnað ef að ég get hér fyrir framan ykkur ekki sagt eitthvað, ég ber ábyrgð á því sem ég segi.
og þá verður það að mega bara fara á netið eða hvert sem En þetta getur samt verið flókið þar sem að þú ert að segja sögur af skjólstæðingum til dæmis, eins og hjúkrun, yfirþjálfun og svona. Þá getur það mjög viðkvæmt. Nú ég bara að tala þjóðfræðina. Já, en bara... Og þetta það sem ég að segja hér, þetta bara á alls ekkert endilega við námi í öðru. En þannig að ég get, þú veist... Nei, þetta bara hefur komið svo oft. Já, það algjörlega þannig. Ég hef sagt... Þetta lélegi fyrirlestra síðustundum skemmtiatriði í Já. Það annað líka, nú ég að labba og hann sagði áðan, fyrirlesarinn, að bara því miður að þá ég, þú veist, ég ætla ekki að standa kjur út af upptökunni. Og það finnst mér nefnilega, ég læt ekki fjarkennsluna skemma kennsluna mína, skiljiði. Það algjörlega bara ekki. Ég læt ekki fjarkennsluna bitna á því sem ég að gera í kennslustundinni. Mér finnst það algjörlega ekki mega. Ég veit einn kennara sem að bara tekur upptökuna svo alvarlega. Hann var einu sinni frábær kennari. Svo bara farið að taka hann upp og þá bara stendur hann hér og hreyfir sig ekki. Og nemendur eru, ég ætla að segja þetta tekið upp, þetta nafnlaust hann var einu sinni leikinn, það var einhver nemendaskemmtun og var allir kennararnir leiknir, skiljið. Og sá sem lék hann stendur svona bara kjur og hinir sofnuði, hver á fætur öðrum og allir vissu hver þetta var. Og þarna lætur hann upptökuna bara skemma sína frábæru kennslu af því að hann að vanda sig svo mikið við að tala í mikrofónin. Og það bara mjög sjaldan og sjaldnar sem eitthvað kvartað yfir fjarkennslunni eða upptökuna hjá okkur. Það eru miklar umræður, eins og ég sagði, ég held bara þessi græja hérna, þetta sé alltaf að verða betra og betra. Það eins og nemendur bara núna heyri betur. Grettir, þetta sammála því? Heyri, þau verða sem þetta... Svo náttúrulega umræður, það eru fyrirspurnir úr salnum og eitthvað. Það þetta sem, ég upplifði þetta mjög sterkt í haust á námskeiði, þar sem ég tók fyrirlesara upp í mynd. Já. Að þeir nemendur sem ég var með á þessu námskeiði, allir sem 14 manna hópur töldu að þetta hefði alveg gríðarlega jákvæða áhrif. Að sjá alltaf fyrirlesaran eða þann nemanda sem hafði orðið í umræðan fyrir sinni. Já, ok. Að sjá andlit þeirra. Já. Og þá fékk hann bara nemanda á myndaðurina. Já, ok. Ég tók þetta upp sjálfur ef ég var að kenna með öðrum. Já, ég meina þetta, við erum... Það þarf bara réttu græði. Já, við erum náttúrulega... Við erum náttúrulega alls ekki í þjóðfræðinni að týna okkur í breytingargleðinni. Við erum svolítið búin að vera bara svona að þróa þetta mjög hægt og rólega á þess að taka einhverja mikla sveiflur í þessu. En það hefur líka oft heyrst að það er að borga sérstaklega fyrir fjarkennslu. Það þótt ég sé ekkert á móti hærri launum að þá skil ég það heldur ekki því ég hef ekkert meira fyrir fjarkennslunni eða fjarnemunum heldur en staðnemunum. Ég hef bara ekkert fyrir þessu. Þetta skiptir mig engu máli hvort ég með fjarnema staðnema og það er náttúrulega mikið Gretti að þakka. Ætlar að gefa mér blóm. En líka það, ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu, þetta sé eitthvað að klikka eða eitthvað. Þannig en það sem ég myndi vilja setja pening í, það er að kannski búið að gera það, að rannsaka bara hvernig fjarnemar koma út. Ég veit að einn kennari hjá ykkur í mannfræðinni, hann Já, við fáum mismunandi niðurstöðu. Já, einmitt. En þeir kom ekkert áberandi ver út, allavega. Nei, sem ég tók mjög skipulega þá voru þeir hærri. Já, akkurat. Já, fjarnemar. Hverjir eru fjarnemar og ekki fjarnemar, það skiptir miklu máli. Ég hef eins og þú alltaf allar upptökur opnar allt námskeiðið og það ýtir ekki undir aukinn fjölda af fjarnemum. Ég held að við höfum mismunandi skránu, mikið fjölda fjarnema. Þeir sem hafa viljað loka, þeir fá fleiri fjarnema. Já, ok. Það eru kennarar hjá okkur sem vilja ekki hleypa staðnum í upptökunar ofta við að mæta ekki.
þá farið bara fleiri í fjarnámsstaðinn. Ég hef allt opið, svo þessi munur sem við höfum fengið innan námsbrautarinnar hjá okkur í mannfræði gæti byggt á þessu. Ég held að ég fá fleiri staðnema sko en aðrir. Það verður gaman að skoða þetta. Það líka eitthvað sko rugg við það. Það skiptir einhver máli hvort þeir eru staðnema eða fjarnámsstaðar. Þetta er eitthvað staðreynd að... Nema í umræðum, sko, af því að ég læt staðnemann að taka umræður og gefa þeim einhver fyrir umræður í tímum og svo gef ég fjarnámum einhver fyrir umræður á fræði. En ég gengur illa að fá þið til að tala saman, þau geta sett ég held ég hafi ekkert ætlað að segja neitt meira nema að þið viljið spyrja, sko. Já, ég myndi semst vilja fá laun eða fá að vera settu peningur í meiri rannsóknir og já, annars bara